Góðan daginn. Byrjaði að bjóða okkur allt hjartanlega velkomin hérna til okkar í VFB á þennan fræðslufund okkar fjárfestingu í myndlist. Ég heiti Sveinbjörn Sveinbjörnsson og forstöðumaður einkabankaþjónustu VFB. Kannski byrja á því að útskýra við í VFB, náttúrulega höldum úti mjög metnaðarfulla og fjölbreytta fræðsludagskrá þar sem að við erum að fara yfir fjárfestingar og fjármálamarkaði almennt, en við höfum aldrei fyrir verið með fræðsluerindi listamarkaðinn í heild sinni. Við erum vanari því að vera með hlutabréf og skuldabréf á okkar eitthvað fram að færa það, en markmið okkar hérna í dag er semst að opna fyrir ykkur þennan listaheim og aðstoða þá í því sem að vilja nýta myndlist sem part af sínum fjárfestingum og aðstoða þá í sínum fyrstu skrefum þar. Hér á eftir mun koma hérna til okkar Kári Finnsson sem er bæði hagfræðingur og listfræðingur. Hann mun fara aðeins betur yfir það með ykkur og hann mun halda hérna erindi fyrir ykkur og að því loknu mun hann bjóða til sín Börk Arnarsson sem er eigandi Átta Gallerís og þeir munu spjalla hérna saman. Að því loknu þá er kannski formlegri dagskrá lokið, en ég hvet ykkur eindregið til að spyrja þá spjörunum úr því við höfum tíma hérna fram á kvöld held ég. En ég bendi svo á það að þessi fundur er tekinn upp og hann verður kominn inn á vfib.is á morgun og þar getið skoðað fleiri áhugaverða fundi sem við höfum haldið hér sem hún er í Hörpu. Áður en ég gef boltan yfir að Kára, þá vil ég bendi ykkur á það að hérna í kringum okkur á þessari hæð er mjög fjölbreytt úrval af mjög fallegum verkum. Og hérna inn í fundarherbyggjunum sem verða hérna opin eftir fundinn er ennþá meira úrval og ég hveti ykkur bara að fundi loknum aðeins til að labba hérna og skoða ykkur af því að hér kennir ýmis að grasa. En ég vil bara þá gefa boltan yfir að Kára, við ykkur að taka vel á móti honum. Góðan daginn. Gleðum að sjá svona marga hérna. Ég kannski áður en lengra er haldið byrja á að kynna sjálfa mig. Ég heiti Kári Finnsson og er menntaður sem sagt fyrst sem hagfræðingur. Síðan ákvað ég að bæta mig gráðu í listfræði og síðast útskrifast ég með MA gráðu í listviðskiptum frá Sotheby's Institute of Art. Og síðastliðin 3 ár hef ég skrifað myndlist og fleira fyrir viðskiptablaðið og starfað þar enn. Og svona mín aðkoma að listheiminum er fyrst og fremst í gegnum listmarkaðinn. En bara frá blautu barnsbeini hef ég alltaf haft áhuga á myndlist. En samt svona í gegnum árin hef ég og kannski flestir yfirleitt kynnst myndlistinni og síðan dafla einhvern veginn svona. Síðast tók ég hérna frétt frá viðskiptablaðinu mitt frá því í síðustu viku. Það var næst dýrasta listaverk sögunnar selt á uppboði og það var eftir Modigliani, þetta er nú Couche og seldist á uppboði á Christie's á $170 milljónir eða 22 milljarðar króna. Fyrir það voru konurnar frá Alsír, þetta er Pablo Picasso, þetta er fréttur á Morgunblaðinu fyrir ári síðan. Og það var slegið á 24,5 milljarða bandaríkjadala. Nei, 179 milljónir bandaríkjadala eða 24,5 milljarðar íslenskra króna. Þetta er sagt. Og síðan er hérna frétt frá markanum líka frá árinu 2009 þegar Listasafn Íslands keypti verk eftir Sigurð Guðmundsson á 10 milljónum króna og það var það dýrasta verk sem að Listasafn Íslands hafi keypt og er það líklega enn eftir svona minni bestu vitund. En þetta er svona okkar helsta gátt að myndlistinni, það er í gegnum listmarkaðinn yfirleitt og þetta er yfirleitt svolítið framandi fyrir fólk að listaverk, myndlist, seljist fyrir svona mikinn pening og ég ætla að reyna svona að skyggnast aðeins bak við það hvað það þýðir, af hverju myndlist seljist fyrir svona mikinn pening og af hverju fólk telur myndlist til svona mikilla verðmæta. Ef við tökum markaðinn í heild sinni og það er bara heimsmarkaðurinn, öll myndlist sem seld þá er heildarveltan á síðasta ári, þá fór hún yfir 50 milljarða evra eða 51 milljarða evra nánar tiltekið og þetta er sem sagt samkvæmt
listmarkaskýrslu Art Economics sem gefin út árlega í tengslu við TEFAF listamessuna. Og veltan jókst 7% frá fyrra ári og hefur aldrei verið hærri. Svona til að setja þessa veltu í samhengi, þá jafngildir hún 7.200 milljónum íslenskra króna, en á síðasta ári nam landsframleiðsla Íslands tæpum 2.000 milljónum króna, þannig að það þýðir að listmarkaðurinn á heimsvísu jafngildir tæpum 4 íslenskum landsframleiðslum. Og það er svolítið áhugavert að skoða þessa þróun síðustu árin, vegna þess að þetta hefur verið ákveðin sprenging. Á síðustu 10 árum hefur veltan aukist gífurlega, náði hann ákveðin hæð, eitthvað í kringum 49 milljarða bandaríkjadollara árið 2007, tók síðan dífu en nú búinn að ná sér aftur á strik og eins og ég sagði áðan hefur aldrei verið meiri velta í myndlist á heimsvísu. Í skýrslunni stendur að það eru 309.000 fyrirtæki sem stóð bak við listheiminn og 2,8 milljón mann sem starfa í geiranum. Þetta er svolítið áhugaverð klæra, þetta er sem sagt sama veltan. Það er sem sagt rauða línan, en blá línan sýnir í raun og veru fjölda seldra verka í milljónum talið. Og fram til ársins 2009 þá fylgdu þessar svona tölur nokkuð þétt að, en síðan verður svona ákveðið bil þannig á milli og það bilið er að aukast. Það sem hefur gerst hér er að það lítur allt út fyrir að færri verk er að seljast fyrir hærri upphæðir en áður. En ég ætla að fara nánar út í þetta síðar. Hérna er svona skipting á milli landa, þess að hlutdeild allra landa í heimsmarkaði árið 2014. Þannig sést að Bandaríkin eiga stærsta hlutann af listmarkaðinum, en það eru 38,8%. Og þar eftir kemur Kína, sem Bretland og Frakkland. Svona í gegnum árin hefur þetta skipst nokkuð svona jafnt á milli Bandaríkjanna, Bretlands, Frakklands og Þýskalands, en núna á síðustu svona kannski 3-4 árum hefur Kína komið nokkuð sterkur inn sem aðili, kaupendur frá Kína komið nokkuð sterkur inn og markaðurinn þar hefur aukist nokkuð gífurlega. Árið 2000 var hlutdeild Kína af heimsmarkaðinum 0,21% og er núna í kringum 22,4%. Og núna síðast bara árið 2008 var uppboðsmarkaðurinn, sem við tökum hann bara í Kína, í kringum 3 milljarða bandaríkjadollara og hefur vaxið í 14 milljarða. Fór hæst í 14 milljarða árið 2011 og núna erum við verið í kringum 10 milljarða í veltu síðastliðin ár. Svona til að útskýra aðeins hvernig listmarkaðurinn virkar og hvernig hann skiptist, þá er best að tala hérna, að ég raun og veru segja að hann skiptist í 2 hluta. Annars vegar er það frumsölumarkaður, eða primary market eins og hann kallast á ensku, og síðan endursölumarkaður, eða secondary market. Frumsalan á fyrst og fremst sér staði gennum gallerí og jafnvel listamennina sjálfa, en endursölumarkaðurinn er að mestum hluta gennum uppboðshúsin og gallerí einnig. Á frumsölumarkaði er listamaðurinn yfirleitt að fá kaupverðir allt eða hluta til sín. Þetta er sem sagt bara nýtt verk sem listamaðurinn selur áfram. En á endursölumarkaði er það yfirleitt þannig að það ber lítið sem ekki til listamannsins. Í Evrópu gildir það reyndar þannig að það er ákveðin höfundaréttargjöld í endursölu, en ekkert slíkt er í gangi í Bandaríkjunum, þar sem að stærsta veltan er, eins og ég sýndi áðan. Svo við förum aðeins nánar í hvernig, ég kannski tala hérna eins og ég talaði í upphafi þessar fyrirsögnir sem við lesum reglulega í dagblöðunum. Tala aðeins nánar dýrasta verki sem selst yfir uppboði, sem seldist fyrir ári síðan. Þetta er verkið Les Femmes d'Alger, eða Konuna frá Alsír eftir Picasso, olíu- og málverk og striga, málað árið 1951. Og það er núna dýrasta verkið sem selst yfir á uppboði. Það var eins og ég sagði áðan, það var selt á Christie's uppboðshúsinu fyrir 179,4 milljónir bandaríkjadollara, eða 23,5 milljarða íslenskra króna. Og sá sem að keypti það var fyrrum forsætisráðherra Katar. En dýrasta verk sem selst hefur yfir höfuð var selt í einkasölu. Og það er verkið Hvenær mynd þú gifta þig eftir franska listmannanum Pau Gauguin. Og það var selt í einkasölu til óþekkts kaupanda fyrir tæpar 300 milljónir bandaríkjadollara,
það gildir 39,5 milljörðum íslenskra króna. Og þetta sýnir það í raun og veru að þessar fyrirsögnir sem við lesum oftast uppboðin náttúrulega það sem svona kannski sýnilega hliðin á listheiminum, en meira en helmingur eða jafnvel meira en helmingurinn af listheiminum á sér stað á bakvið luktadyr innan gallería og í einkasölu. Og þetta svolítið skýrt dæmi um það, svona dýrustu verkin hérna eru í einkasölu. Við talum nú nánar uppboðsmarkaðinn. Sem hagfræðingur þá viljum við oftast tala það sem að gögnin liggja, og helstu gögnin sem við höfum listmarkaðinn í heild kemur frá uppboðsmarkaðnum. Og eins og við sjáum hér þá þetta fylgir þetta sömu í raun og veru línu og við sáum í upphafi með heildarveltu listmarkaðarins. En þetta umtalsverður vöxtur frá aldamótum þegar heildarveltan á uppboðsmarkaðnum metin á 3 milljarða bandaríkjadollara. Og vöxturinn verið 13% á ári að meðaltali frá þeim tíma. Þannig að þetta er mjög mikil sprenging á stuttum tíma. Þessi uppboðsmarkaður á heimsvísu nokkuð samþjappaður. Stærstu uppboðshúsin 2, Sotheby's og Christie's, eiga saman 42% af öllum uppboðsmarkaðurum á heimsvísu. Bæði voru þau stofnuð á 18. öld í Lundunum, en núna eru höfuðstöðvar þar í New York, til samræmis við það sem að mesta veltan og það eru náttúrulega umsvifin mest. En bæði eiga uppboðshúsin starfsstöðvar og uppboðshús líka allan heim. Til að setja þetta í þessa samþjöppun í ákveðið samhengi þá eiga saman 5 stærstu uppboðshúsin, það er Christie's í fyrsta sæti, Sotheby's á eftir þeim, Phillips, Poly International og Guardian 78% af veltu uppboðsmarkaðarins á síðasta ári. En þau seldu aðeins 18% allra verka sem seldust yfir höfuð. Og þessi næstaklega er að útskýra þetta aðeins. Þetta sýnir sem sagt hlutfall seldra verka og hlutfall af söluvirði á uppboðum á heimsvísu á síðasta ári. Og sem sagt rauða línan er hlutfall seldra verka og blá línan er hlutfall af söluvirði. Og það sé sem sagt að við tökum þetta saman og 92% allra verka sem seld voru á uppboðum árið 2014 fóru á eða undir $50.000. En hlutfall allra þeirra verka af heildarveltu markaðarins nema þá aðeins 16%. 1500 verk voru seld á uppboði á síðasta ári fyrir meira en 1 milljón evra. 96 voru seld fyrir meira en 10 milljón evra. Og þessi verk jafngilda 48% af heildarverðmæti allra þeirra verka sem seldust uppboði á árinu, en aðeins 0,5% af öllum seldu verkum. Og þetta rímar svolítið við glærunum sem ég sýndi áðan, þar sem ég sýndi að í raun og veru fjöldi seldra verka og heildarveltan, þessar stærðir eru færast frá hver öðru. Síðan er það hin hliðin, þessi huldarhlið listmarkaðarins, svo má segja, það er að segja frumsölumarkaðurinn. Hann á sér staði fyrst og fremst í gegnum galleríin. Og þessi greining sem ég nefndi á hann, kannski best að athuga það að öll gögnin sem ég hef hér með til hliðsjónar eru önnur úr skýrslu Art Economics sem ég myndist á upphafi, nema annað komið fram. En til þess að meta þessa duldu hlið listmarkaðarins, þessa hin 50%, þá unnum þeir svolítið vandaða könnun á meðal listverkasala út allan heim og gefa því ekki eins nákvæma stöðu og hægt er að fá frá tölum frá uppboðshúsum, en það er að segja með nokkru vissu að bransinn í heild skiptist nokkuð jafnt á milli þessara tveggja markaða. En það er hægara sagt en gert að greina markaða sem að helmingur hans er einhverju leyti hulinn, eða það sem að gögn er að skortum skammti. En úr þessu könnun höfum við nokkuð góðar upplýsingar og það er ákveðin þróun sem hefur átt sér stað síðustu ár í takt við alþjóðavæðinguna sem hefur vakið nokkra athygli meðal þeirra sem fylgjast með listmarkaðnum. Þannig sjáum við að helmingur sölunnar á sér stað í gennum gallerí, einhver hluti á sér stað annar staðar og í gennum uppboð eða internetið, en 40% á sér stað í gennum svokallaðar listamessur, eða
eða eins konar kaupstefnur fyrir myndlist. Og þetta er í raun og veru, já, þetta er sérst samanborið við fyrir 5 árum síðan voru aðeins 30% af sölu listaverkasala í gegnum þessar listamessur. Í dag eru starfandi í kringum 180 listamessur heim allan, en fyrir 15 árum síðan voru þetta aðeins 55 listamessur. Stærsta messan er Art Basel, sem haldin er í Basel í Sviss ár hvert, en hún rekur líka þessi sama listamessur í Miami og Hong Kong. Og eins og við sjá hérna þá hefur salan af þessum listamessum aukist jafnt og þétt á síðustu 4-5 árum og er orðinn svona ríkari þáttur af starfsemi gallería. Og það náttúrulega meikar ákveðinn sens fyrir gallerí sem eru kannski frá einangruðum svæðum, það er að segja ekki í New York eða London eða París, að það er mikilvægt að geta nálgast kúnna, listaverkasafnara, í gegnum svona alþjóðlega listamessur. En þetta er dýr biti fyrir gallerí að taka þátt í slíkum sýningum. Og hérna sjáum við guli hluti súlnanna eru tekjur gallerí af listamessum og blái hlutin er kostnaður. En það er mjög dýrt að taka þátt í svona listamessum. Að leigja bás á listamessum sem tekur tæpa viku getur numið nokkrum milljónum króna og gallerí þurfa flest að fara á nokkuð margar svona messur til þess að kynna listamenn sína og það er alls ekkert víst að þau ná einhverjum árangri á svona messum. En þetta eru svona nauðsynlegt fyrir gallerí að taka þátt í þessu til þess að kynnast mögulegum kunnum, til að kynnast safnstjórum, blaðamönnum og öðru áhrifafólki í listheiminum. Ég sýndi áðan hérna, þegar ég sýndi skiptinguna á milli hvar listverkasalar stunda viðskipti, þá sjáum við hérna gula hlutan hérna, internetið, og þetta er svolítið áhugaverð þróun á síðustu árum. Þannig að velta af sölu myndlistar á internetinu. Þessi þróun hefur ekki verið í svona takt við sölu bara á flestra hluta á internetinu yfir höfuð. Listmarkaðurinn hefur verið frekar lengi að taka við sér á internetinu. Þessar tölur eru hérna úr nýrri skýrslu sem heitir Hiscox Online Art Report. Og það sjáum við árið 2013 nam veltan $1,57 milljónir og stökk upp í $2,64 milljarða dollara og þeir spá því í skýrslunni að árið 2019 verði veltan komin upp í $6,3 milljarða. Og ef þessi þróun heldur áfram þá er nokkuð líklegt að sú spá rætist og jafnvel gott betur. Fólk hefur verið að nefna mismunandi ástæður fyrir því af hverju listverkasalar hafa átt erfitt vik með að svona selja myndlist gegnum netið. Sumir hafa talað til að listverkasafnarar eru yfirleitt eldra fólk sem að treystir ekki netinu fyrir háum upphæðum eða kann illa að operera á netinu, en ég held og margir halda að það sé kannski ekki raunin og sérstaklega ekki í dag. Önnur skýring getur verið sú að fólk vill sjá myndlistina með berum augum áður en það kaupir hana, treystir því ekki að sjá einhverja JPEG mynd á netinu, vill frekar geta nálgast verkið með berum augum og tekið ákvörðun í kringum það, og það er svona allan að mínu viti mun líklegri ástæða. En samkvæmt könnun sem var framkvæmt fyrir þessari skýrslu sem ég var að vísa í, eru kaupendur svona í auknum mæli að horfa fram hjá því og kaupa myndlist bara með því að sjá bara mynd á netinu. En það er spennandi að fylgjast með þessu, hvernig þetta verður í framtíðinni. Síðan er þessi eiginlega spurning, hvort að maður eigi að álíta myndlist sem fjárfestingarkost. Og þetta er svolítið erfitt vegna þess að myndlist er... Þú getur ekki fjárfest í myndlist með sama hægt og þú fjárfestir í verðbréfum. Hérna, þetta grafir úr nýlegri skýrslu sem Citibank gaf út listmarkaðinn. Og það sést hérna að þetta er equities eða hlutabréf, wine eða vín, stamps, frímerki, list og
og síðan fyrir neðan það eru skuldabréf og ríkisskuldabréf. Hann sést að ávöxtun myndlistar úr einhverju vísitölu sem þeir hafa tekið saman hefur verið nokkuð góð í gegnum árin. En hún ekki jafn góð á ávöxtun frímerkja og ávöxtun víns og alls ekki jafn góð á ávöxtun hlutabréfa, en það vita að flestir kannski að til langs tíma er ávöxtun hlutabréfa yfirleitt best. En myndlist sko eðlis ólík fjárfestingarkostum á borð við verðbréf fyrir mjög margar sakir. Seljanleikinn ekki nærri því að mikill, eins og þessar vísitölur eru til og með byggðar á uppboðstölum og þetta tekur langan tíma að koma verki til sölu í uppboð og óvíst hvernig það fer. Og vísitalan tekur ekki tillit til viðskiptakostnaðar sem getur verið mjög breytilegur og mjög hár. Og einmitt, eins og ég sagði áðan, byggir vísitölunar yfirleitt á uppboðsverðum, en það náttúrulega bara helmingurinn af öllum markaðnum í heild, þannig að það er í raun og veru ekki hægt að reiða nógu mikið á þá hlið. En það besta við myndlist, og ef við lítum á hann sem fjárfestingarkost, að ef þú kaupir hana fyrst og fremst vegna ánægjunar, en ekki vegna verðgildi hennar og væntsverðgildi hennar, ef verkið er ekki vinsælt eina stundina, þá heldur hún áfram verðmæti sínu fyrir eigandann. Maður getur ennþá hengt verkið upp á vegg og notið þess, en það sama gildir ekki til dæmis hlutabréf í Decode. Þú myndir ekki hengja það upp á vegg hjá þér. Þannig að það samt nokkuð augljóst að verk eftir þekkta og góða myndlistamenn ávaxtast vel, og við höfum öll séð það bara að stór nöfn í listheiminum eru verðmæt og að þau hafa aukist í verðmæti ár eftir ár. En það er nokkuð erfitt að veðja á rétta hesti í þessu. Það er ekkert víst að öll myndlist vaxi í verðgildi. Þess vegna er mikilvægt, og við munum ræða eftir í og Börkur, hvernig svona safnarnir eiga að bera sig að og hvernig fólk sem vill byrja að safna eiga að bera sig að því hvernig að nálgast myndlist, að þeir sem að svona njóta mestu ávöxtunar eru fólk sem að safna myndlist fyrst og fremst ánægjunnar vegna. Ég er núna búinn að vera að tala aðeins listmarkaðinn á svona alþjóðlega vísu og það er fyrst og fremst vegna þess að ég hef, það náttúrulega bara er stærsti markaður, það er náttúrulega flest gögn þaðan og það sama gildir ekki íslenska markaðinn. Við búum við það á Íslandi að við erum með marga sýningarstaði en fáa sölustæði. Við erum með mikinn fjölda listamanna en ekki með marga listaverkasala. Og ég svona fletti svona mér til gagns og gaman, svo þetta er ekki tæmandi listi, en ég fann góðan bækling frá Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar sýningarstaði og sölugallerí á Íslandi. Og þar taldi ég 57 sýningarstaði fyrir myndlist á Íslandi, 41 í Reykjavík og 16 á landsbyggðinni. En af öllum þessum sýningarstöðum eru aðeins í kringum 8 sem ætti teljast sölugallerí. En SÍM, eða Samtök íslenskra myndlistamanna, halda líka úti skemmtilegum gagnagrunni það sem kallað upplýsingar myndlist og myndhöfund á Íslandi. Og þar taldi ég, og ég veit ekki hvort það hafi verið rétt talið, en svona kannski nær áttinni einhvern veginn, en þá eru í kringum 964 íslenskir myndlistamenn, lífs- og leiðnir, sem að þeir telja þarna. Þannig að það er greinilega úr nægu að taka og hér er mjög blómstrandi og góð listasena og hefur verið nokkur ára bil. En núna er kannski kominn tími til þess að virkja áhuga fólks á því að fjárfesta í þessari myndlist og sjá hvernig svona þetta unga og góða listafólk er að gera góða hluti, bæði innanlands sem og utan. Til þess að ræða íslenska markaðinn nánar og hvernig svona þessi praktísku atriði við að kaupa og selja myndlist, þá ætla ég að fá til mín Börk Arnarsson, eigandi E8 Gallerís. Þau voru að fagna 20 ára afmæli fyrir nokkru og hann getur svona kannski frætt okkur meira það hvernig svona þetta gengur allt fyrir sig. Velkomin á svið, Börkur.
Já, hérna Vaskirkjustræti. Hérna ekki. Já, það náttúrulega tilvalið að ræða við þig þetta allt saman. Þess að þið hafið núna verið starfandi í 20 ár. Og mér langar kannski til að byrja að spyrja þig, svona ára lengra haldið, hvernig þú hefur séð listmarkaðinn á Íslandi breytast á þessum 20 árum sem að EAT hefur starfað? Þegar þú spyrð svona þá held ég sé kannski ekki besti aðeins að svara þessari spurningu vegna þess að við höfum frá fyrstu tíð horft á okkar vinnu vera svona tiltölulega óbundna við þann stað sem við erum á og þú fórst ágætlega gegnum það starf sem gallerí öll út allan heim vinna þar sem að við þurfum að þvælast og elta viðskiptavinnuna okkar og markaðurinn okkar, þar að segja það sem við höfum verið að gera í gegnum tíðina er fyrst og fremst og nánast alfarið primary market vinna og við höfum vaxið og dafnað og gert þetta í 20 ár. Kúnnahópurinn okkar er að mestu leyti erlendis, kannski svona 20 stundum 30% hérna heima, annað er úti og það er alls konar samsetning á þeim hópi ólík og eins er líka ólík samsetning á þeim listamenn sem við vinnum með. Þannig að við höfum aldrei horft á okkur sem sérfræðingar í íslenskri myndlist, né höfum við horft á okkur sem sérfræðingar í fjárfestingum í myndlist, en hins vegar höfum við horft á ýmislegt gerast á þessum tíma og það er kannski þar sjáum við mörg dæmi listamenn íslenska sem erlenda vaxa í verði og eftirspurn eykst. Þetta helst oft saman. Sko, út af þú þekkir náttúrulega væntanlega þá sem að hafa ástríðu fyrir myndlist á Íslandi og að safna myndlist. Hvernig getur þú lýst þessum hópi? Hverjir eru það helst sem að safna myndlist á Íslandi og líka erlendis? Hvernig týpur eru þetta? Okkar hópur er fyrst og fremst fólk sem hefur blindandi áhuga á myndlist. Okkar kúnnar eru upp til hópa, stærsti hluti okkar kúnna eru það sem við getum jafnvel kallað safnara. Fólk sem kaupir fleiri en eitt verk á ári. Fólk sem kaupir verk hér og þar og skoðar myndlist, skoðar mikið. Og það er það sem er alltaf lykilatriðið í öllu þessu, það er fólk þarf að hafa augun á sér í gangi. Ekki bara eyrun heldur augun. Ok. Og myndirðu þá segja að væri kannski á allra færi að safna myndlist? Er það kannski bara þessir efnameiri sem að geta haft aðgang að þessu eða geta allir svona komið að þessu? Nei, það er svo sannarlega er pláss fyrir alla og það er pláss fyrir alla listamenn og alla sem kaupa myndlist vegna þess að það er ungt fólk sem kemur út úr listaháskólum, lært eða ólært, heldur sýningar og auðvitað verða allir að byrja einhvers staðar í einhverju krónutölu og allir þeir listamenn sem við sýnum í dag, það var einhvern tímann á einhverjum tímapunkti hægt að kaupa verk eftir þá fyrir mjög lítinn pening. Í sumum tilfellum gerist það að þessi verk hækka í verði og fara mann á milli og hækka í tröppelgangi þar upp. En við erum náttúrulega gallerí sem erum búin að starfa þetta lengi og við erum að vinna með talsverðum fjölda þekktra listamanna sem eru bæði héðan og þaðan og verðskalinn hjá okkur er kannski aðeins öðruvísi heldur en hjá ungu gallerí sem að sýna unga listamenn. Og það skiptir rosalega miklu máli fyrir fólk sem að hugsa að kaupa myndlist og ég get eingöngu veitt ráð til þeirra sem að hafa einhvern áhuga á myndlist vegna þess að við erum ekki við þekkjum hitt ekki svo vel. Það eru fjöldi fólks eins og stóru tölurnar sem við horfum á í uppboðunum sem að Kári nefndi hérna áðan. Þar er verið að spekúlera, þar er verið að kaupa og selja
stöðugt. Verkin fara jafnvel aldrei úr kössunum. Það líða 5 ár á milli og öll þessi verk sem þú nefndir eiga sér uppboðssögu. Þú veist, það voru 7 árum áður, 12 árum áður, 5 árum áður, mjög algengt að sjá verkin ferðast á uppboðum. Og hæstu tölur af þessum verkum eru oft kaupendur sem eru svona spekulativ kaupendur. Við erum ekki alveg í þessu landslagi. Við erum fyrst og fremst að horfa á myndlist sem eftir núlifandi listamenn eða nýlátna listamenn. Við erum að vinna með verkin þeirra þegar þau eru ný. Við erum líka að vinna með þau þegar þau eru orðin eldri. En vinnan okkar sem gallerí fyrst og fremst fyrir listamannin. Þannig að við erum umboðsmaður og samstarfsmaður listamannsins. Þannig að okkar vinna felst í því fyrst og fremst að sinna listamanninu. Og það gerum við með því að koma saman áhugasömum kaupendum og verkunum þeirra. Og stundum þeim sjálfum líka. Og þar liggur kannski svona, þar hægt að horfa á gallerí og hugsa að þetta gallerí sem við langar að fylgjast með vegna þess að þeir hafa verið að gera þetta og þetta og þetta. Þetta gallerí út í Stokkhólmi hefur sýnt þessa listamenn, ég hef gaman af þeim, ég ætla að fylgjast með hvað þeir gera. Og þegar gallerí sýnir góða hluti sem það er hrifinn af, þá það indikasjón að það gæti verið gáfulegt að kaupa þau. Vegna þess að ef að auga galleristans að einhverju leyti líkt þínu, þá fer eitthvað saman. Þannig að, en að því að þú spyrð ráðin og fyrirsögnin á fyrirlestrinum var ég ekki alveg viss hvort það sé til svar við þessu sko. Nei, hvernig fjárfesti í myndlist. Það kannski áhvert að spyrja það einu út af því að þið einblínið á samtíma listamenn. En þegar við flest hugsum verðmæti og myndlist og íslenska myndlistamenn, þá okkur gjarnan hugsað til þessara svokölluðu gömlu meistara. Maður hugsar fyrst eitthvað sem fólki dettur oft í hug þegar að hugsa verðmæta myndlist, til dæmis verk eftir Kjarval og fleiri svona samtíðamenn hans. Hvernig myndirðu segja að svona verðmæti þessara gömlu meistara sé í samanburði við samtímalistamenn? Ef þú tekur Kjarval sem dæmi, sem svolítið erfitt dæmi, vegna þess að Kjarval hann málaði alveg rosalega mikið. Sumir myndu segja allt of mikið. Þannig að það af þessum hópi hérna þá myndi ég reikna með að vera svona, svo geti jafnvel verið að helming heimila þessa fólks Kjarvalsverk. Og við getum gert testi hérna eftir. Og þannig að það gríðarlega mikið til. En Kjarval fór aldrei neitt annað en hann var alltaf innan landsteinanna. Hann var alltaf á Íslandi og margir þekkja sögunum þegar Museum of Modern Art í New York vildi eignast verk eftir Kjarval og það var komið í veg fyrir þann skandal. Verkinu skyldi haldið heima og þar með, það hefur einhver áhrif að þar með varð aldrei neitt úr neinu með Kjarval. Hann lokal listamaður. Í dag, ef að fólk að hugsa ef það að skoða einhvern ákveðinn listamann, hvort sem það ungan eða gamlan, þá oft ágætt að skoða hvar eru verk þessa listamanns, hver á verk þessa listamanns, í hvaða söfnum, og þá ég við fleiri en þessi 2 sem við þekkjum hér í bænum, í hvaða söfnum eru verk þessa listamanns. Það hjálpar okkur aðeins og hvaða prívatkollektorar sem eru oft með sín eigin prívatsöfn, hverjir eiga verkin og það gefur okkur kannski smá indikasjón af því að það hjálpar okkur að trúa því að það sé einhvers staðar eitthvað valjú í því. Á Íslandi ég hef sagt að mér finnst alltaf skandall að sjá gott Kjarvalsverk fara á mjög litla peninga, sem mér finnst að vera litlir peningar. Þeir að fara á svipuðum verðum og ungir núlifandi listamenn. Og það finnst manni stundum svolítið sorglegt að það skyldi aldrei hafa orðið meira úr þvílíkum og öðrum eins meistara eins og Kjarval. Og þetta mun kannski breytast, en það breytist ekki bara hér innanlands. Það mun eingöngu breytast ef að einhverju sýningarstjórar einhvers staðar annars staðar pikk upp
þennan mikla meistara, sýna hann í samhengi við eitthvað annað, sýna hann í samhengi við það sem var annars staðar að gerast á svipuðu tíma eða í samhengi við eitthvað sem í algjörlega current í samtímanum og þá vaknar einhver nýr áhugi og þá verður hugsanlega til einhver markaður. En í dag hér heima þá þekki ég ekki, þetta eitthvað sem ég þekki ekkert inn á. Við erum ekki í endursölu á verkum nema einstaka verkum sem við erum annarkvort listamenn sem við erum verið að vinna með, höfum sýnt eða höfum mikinn áhuga og þannig að það gerist mjög sjaldan þannig að ég þykist ekki vera neinn expert á þessum hlutum. Nei, en það skiptir greinilega mjög miklu máli fyrir íslenska myndlistamenn, unga sem aldna, að ná athygli erlendis. Já, ég held að það sé bara eins og í öllu. Við erum, ég meina þegar við löbbuðum hér inn áðan þá voru allir enskumælandi að labba út úr fundarherbergjunum hérna áðan og ég held að við þekkjum það alveg að við þurfum stærra svæði til þess að búa til meira valjú og í þessum sem sagt svona samtíma listaheimi, gallería, þetta stór heimur en hann líka lítill, það þekkjast margir, gallerí vinna saman, trú eins gallerista á einum listamanni getur haft gríðarleg áhrif á feril listamannsins vegna þess að það eru önnur gallerí sem að horfa á hitt gallerí og þar hefst hugsanlega eitthvað ferðalag og sýningar, það sem skiptir öllu máli fyrir listamann að vera vel sýndur og síðan að vera vel í góðri eign og þar röðin mjög skýr, það eru góðu listasöfnin og við getum sagt að MoMA situr þar í efsta sæti og síðan koll af kolli eru það söfn út allan heim, síðan eru það prívatsöfn, einstaklingar sem að hugsa vel myndlistina sína og þegar ég segi hugsa vel þá er það að lána hana alltaf á sýningar, leyfa verkunum að vera til sýnis, gefa út bækur og annað listamennina, styðja við og halda áfram að styðja við þá. Mjög margir kollektorar í heiminum eiga sér svona uppáhalds og safna til langs tíma einhverjum listamanni og aftur og fylgja þannig ferli listamannsins. Það sem gerist líka er að verðin, af því að við erum að tala um fjárfestingar í myndlist, það eru mjög margir sem kaupa unga listamenn, það fókusin þeirra. Ég kaupa unga listamenn vegna þess að þá ég bæði að vera þáttakandi í samtímanum, ég að horfa á það sem að gerast núna og ég að styðja við eitthvað sem skiptir máli. Ég actually með minni þáttöku í því að kaupa eitthvað, þá ég að stuðla því næsta sem listamaður gerir. Svo gerist það í árangri listamannsins að hann dettur út úr budgeti þessa kaupanda. Þessi kaupandi bara að kaupa unga listamenn, þannig að þegar framið þessa listamanns komin á ákveðinn stað, þá fer hann að snúa sér að öðrum listamönnum og aðrir kúnnar taka við. Það eru þeir sem eru farnir að kaupa svona mid-career listamenn og svo þegar það komið ennþá lengra, þá tekur Katar við. En gott að myndlist hvernig myndlist verðlögð og ég meina þetta eitt af því sem að kannski fólki finnst svolítið skrítið að átta þess að því þegar sér einmitt þessar fyrirsögnir sem ég myndist á í upphafi, þetta með myndlist seld fyrir XX milljónir og hvað en hvernig bera gallerí og listamenn sig að því að verðleggja myndlist? Hvað liggur þar á baki? Þú byrjar einhvers staðar og einhvers staðar byrja allir í útskrifarsýningu eða jafnvel löngu áður en að fara í nám. Ég þykist sjá allavega einn ungan listamenn í salnum sem að byrjaði að sýna og selja sína myndlist löngu áður en að bara hugleiða að fara í listnám og þannig að við byrjum einhvers staðar og þegar að listamaður er í okkar samhengi, við erum að horfa á verkið, við erum að horfa á feril listamannsins, hvar eru aðrir listamenn á svipuðum slóðum, svipuðum aldri, sýningarsaga, þetta eitthvað í einhverjum kollektsjónum, verkið, þetta allt saman spilar inn í hlutina. Ég held að sé voga sjaldan í dag með samtímalist þá er ekki svo mikið hugsað
olía á striga versus skúlptúr versus innsetning versus ljósmyndaverk. Það er ekki svona endalegi mælikvarði. Þrátt fyrir að það sé klárt mál að málverk er eitthvað sem situr mjög fast í fólki og ekki bara hér á Íslandi, heldur út allan heim. Málverk er æðsta form myndlistar hjá mjög mörgum. Þannig hugsa mjög margir. Við hugsum ekki endilega þannig, en þannig hugsa mjög margir. Myndirðu segja, og við tölum mikið um það hversu miklu máli það skiptir fyrir íslenska myndlistamenn að ná einhverju velgengni erlendis. Ef við myndir stöðuna eins og hún í dag, eru íslenski myndlistamenn alltaf jafn vinsælir erlendis? Sumir eru mjög vinsælir erlendis og hérlendis jafnvel líka. Og það ég held að þessi ólympíska hugsun, hún er minni og minni. Þótt að Feneyjatvíæringurinn sé alveg einstakt svona að viðhalda svona einhverju þjóðarstolti og hugsunum identity og þjóð, þá er listaheimurinn ekki jafn upptekinn af hver er hvaðan. Fyrir utan að búa allir í Berlín. Og þannig að þetta skiptir ekki svo miklu máli, sko. Og þegar við erum að vinna þessa vinnu sem við erum að vinna, þá erum við ekki svo upptekinn að hugsa íslensk myndlist eða útlensk myndlist. Þú veist, það er ekki, við erum að horfa á verk, bara eins og hér, og ég ætla að hrósa VFIB hérna fyrir mjög vel góða innsetningu á verkum úr öllum áttum. Ólík verk úr öllum áttum vel hugsað og vel sett upp hérna. En það er, hjá okkur það alltaf, við erum að sýna á einhverjum messum úti og við erum að sýna bara, ég hef tekið þetta dæmi áður einhvern tímann og sagt að við erum íslenskt lítið galleri sem sýnir á Art Basel í Miami Beach. Þar erum við með kanadískan listamann, hún býr í London og við seljum verk hennar til MoMA í New York. Svona virkar þetta. Svona er þessi landamæralausu samskipti. Og ég held að það sé eitthvað sem skiptir máli fyrir alla að svona hugsa. Fólk kemur stundum til okkar og langar að eignast eitthvað, langar að spjalla og ræða verk og segir síðan hluti eins og þetta er ekki íslenskur listamaður. Og ég get ekkert hjálpað þessu fólki með neinar hugmyndir hvort að þessi vond hugmynd, ég sjálfsagt les það líka bara íslenska rithöfunda. Kannski, gengur bara í jör. Já, þannig að myndlistin er nú orðin svolítið landamæralaus. Í okkar tilfelli. Sko, ef við förum aðeins út í það hvernig, náttúrulega, yfirskrift fundarins er hvernig fjárfesting í myndlist. Þú getur kannski ekki svarað þeirri spurningu beint. En þú getur kannski reynt að segja eitthvað frá því svona, kannski veita þeim sem eru kannski að fylgjast með núna og er áhersamt að byrja að sanna myndlist en veit ekki hvað að gera. Þarf fólk að vita mikið til að geta byrjað eða hvað á maður að gera? Sko, það er allt gott. Fyrst og fremst á fólk að sjá og skoða og horfa og fara á sýningar. Og það eru fjöldinn allur af frábærum stöðum sem eru að sýna fína myndlist. Fullt af því er ekki gott, en það er líka gott að sjá það. Það er líka gott að fara og skoða eitthvað og velta fyrir sér. Það er engar réttar skoðanir í þessu. Það er ekkert rétt, þetta er gott og þetta er vont. Það er ykkar skoðun er alveg jafn rétt og mín. En því meira sem þið skoðið, því skýrari verður hugmynd ykkar hvað ykkur finnst. Og fólk er voðalega hrætt við það að taka þessa afstöðu. Það kemur, á mér að finnast eitthvað, á ég að vita eitthvað, þarf ég að vita hvað eitthvað er og þýðir og helst er þessi vangavelta öll sko hinum með við gleri vegna þess að það fór ekki inn. Þannig að það er fyrsta ráðleggingin er skoðið það sem er í kringum ykkur og ekki bara hér á landi heldur út allt. Það eru frábær söfn út allar jarðir, fullt af myndlist. Síðan er ágætt að, eins og ég sagði áðan, að átta sig á, þú veist, Googlið er mjög fínt í þessu vegna þess að það er að átta sig á því hvar fólk er, hvað það hefur gert. Sumir vilja í svona, ef að fólk er að hugsa fjárfestinguna fyrst og fremst og ég ætla ekki að láta plata mig, ég ætla að kaupa það sem er hot og selja það eftir 5 ár, þá
þá þarftu að fara að skoða uppboðshúsin öll út allan heim. Nú eru allar upplýsingar opinberar. Þið getið farið á öll þessi stóru uppboðshús og séð hvert einasta uppboð daginn eftir með öllum upplýsingum. Og þetta allt saman aðgengilegt á netinu. Þar er hægt að fletta upp líka nöfnum íslenskra listamanna og þið finnið voðalega lítið. Þið finnið voðalega lítið í uppboðshúsunum af íslenskri myndlist. Og það eru alls konar ástæður fyrir því. Við erum til dæmis sem gallerí hjá starfandi listamanni, þá erum við að passa okkur á því að verkin rata ekki á uppboðin. Við erum að reyna að velja, við erum pikki á þá staði sem verkin fara á. Það er því að við viljum vanda okkur að koma verkunum á góða staði, vegna þess að það skiptir máli fyrir verkin. Og þannig, það hljómar svolítið klikkað að hugsa tilfinningar verksins, en við viljum að það rati á rétta staði og eigi sér gott heimili. Og ef það ferðast, þá þarf það að fara í rétta átt. Og þess vegna skiptir miklu máli að missa ekki, ef að gríðarlegur fjöldi af verkum eftir einn listamenn ratar á uppboð og þar sem að verðin geta farið orðið allt og há, þá er þessi listamaður búinn að missa alla sína kúnna. Hann hefur enga kúnna sem hafa efni á honum, vegna þess að verði í myndlistarheiminum svolítið skrítin. Þau fara upp, en þau fara aldrei niður. Listamenn hætta að seljast, en verðin er ekki að fara mikið niður. Það er ekki strategía sem viðgengst í listaheiminum. Það getur hægt allt að seljast, en verðin eru, þannig að ef að listamaður gengur of vel, of hratt, þá getur allt stoppað. Og það er þess vegna líka skiptir máli fyrir gallerista að geta að selja verkin í réttu tempói. Og fyrir listamann að verða ekki of, það gerist ekki alltaf of hratt. Það er mjög hættulegt. Þá, þetta einmitt kemur inn á það sem ég var að ræða áðan með að það er svolítið vandasamt að líta á myndlist sem fjárfestingarkost eins og svona kannski verðbréf. En myndirðu segja að það væri kannski rangt að líta á myndlist yfir höfuð sem fjárfestingarkost? Það er að segja bara einhvers konar eign sem að getur verið hluti af sparnaði til langs tíma og sem að ávaxtast. Ég held að sé svo albesta leið í mínum huga. Það er ekki vafi í því. Vegna þess að ef ég á eitthvað smá pening og ég fer og kaupi mér eitthvað sem ég þrái og elska og ég fæ að vera með því á hverjum degi og það af að auki verðgildi sitt á sama tíma hugsanlega, það getur ekki verið betra en það. Það er ekki í mínum huga. Við erum að sjá, fólk er oft, mistökin sem fólk gerir, að mínum mati, mistökin sem fólk gerir þegar það er að hugsa mig langar að kaupa myndlist og mig langar að, þetta er fjárfesting, ég vil setja þetta í myndlist, ég ætla að eyða hérna x peningum og ég nenni ekki að vera að kaupa bara einhverjar helvítis skuldabréf og hlutabréf og þetta allt saman. Ég vil gera eitthvað sem er aðeins skemmtilegra. Og ég er búinn að kaupa nóga steypu og nú langar mig í smá af myndlist. Og það skiptir engu máli hvort við erum að tala 10 skall eða 10 milljónir. Það er ekki, snýst ekki um það. Að þá er fólk allt of duglegt við að treysta sér ekki og hugsa hvað er orðið frægt, hvað er orðið stórt, hvað kostar pening. Og þarna eru náttúrulega mjög svona hógvært tækifæri í fjárfestingum. Það að kaupa verk eftir listamenn sem nú þegar eru orðin mjög dýr, hann heldur hugsanlega áfram að hækka. En fjárfestingin er ekki jafn auðveld og ef við erum að kaupa list eftir yngri listamenn sem eru ódýrari og fleiri tækifæri til þess að spekúlara í því líka hvað maður er að kaupa. Fyrir utan að við höfum tækifæri til að eignast fleiri verk. Það voru allir þessir gömlu jálkar, í mínu gallerí eru gömlu meistararnir svona 70 hvítir karlmenn sem ég er að vinna með. Og það var allt ódýrt eftir þá. Það var allt mjög ódýrt. 70, 80, 90 ódýrt. Í dag eru þeir orðnir dýrir. Þetta eru dýrir listamenn sem eru seld, verkin eru seld út allar jarðir, hvort sem það heitir í Suður-Ameríku eða Evrópu, í Bandaríkjunum. Dýrverk. Nú eru þeir komin á stað sem er orðin dýr. Þau eiga ekkert endilega að hækka í sama hlutfalli frá 1985 til 2015 og 2015-2020. Þeir listamenn eru komnir á ákveðin stað. Þannig að fólk þarf líka að vera svolítið djarft í því að treysta sjálfum sig að kaupa hluti út frá sínum eigin forsendum.
það mun gera fullt af mistökum, en mistökin verða ekkert endilega rosalega dýr. Og þegar fólk vil eignast eitthvað sem það spyr okkur hvað haldið að verði verðið á þessu, og við getum sagt svar sem algjörlega byggt á því sem við þekkjum og öllu leyti rétt, en það ekkert staðfest í því. Og við vitum það að það eru listamenn bara, ef við tökum eins og dæmi eins og Ólaf Elíasson, við höfum bara hort á allt sem hefur gerst þar og það ekkert sem bendir til þess í hans svona trajectory að það sé eitthvað að fara að breytast. Það getur hins vegar allt breyst í listheiminum eða, þú veist, allt snúist við. Hann hefur náttúrulega farið upp og niður, en náttúrulega fyrst og fremst upp á síðustu árum. Og hann hefur farið upp og niður á uppboðunum. Já, á uppboðunum. Og það nefnilega það sem skiptir líka svolítið máli að, þú veist, þarna er hægt að ná í góðan díl á einu uppboði, en sko, galleríverðin og verð listamann sem starfandi og lifandi, þau ekki í þessu flútti, sko. Þannig að það er, þú veist, það er ódýrara ef þú ætlar að kaupa Christopher Wool verk, þá er miklu ódýrara að fara í galleríu að kaupa það. Þannig að þau eru það eftirsótt í uppboðunum að þau fara 5 sinnum hærra verði, jafnvel ný verk. Þannig að það er mjög skrítið líka hvernig það snýr. Sko, út af því að þið seljið sko samtímalist, þá finnst mér svona, þetta er mér svolítið áhugavert að spyrja það, þess að þið seljið sko, seljið ekki bara málverk og teikningar og höggmyndir, heldur seljið til dæmis líka vídeóverk og innsetningar. Myndu segja að það var eitthvað öðruvísi við að selja þessi verk, heldur en svona þessu sem að fólk myndi kalla kannski hefðbundnari verk? Nei, við þekkjum ekkert annað. Við höfum alltaf verið að vinna með verk sem samtímalisti búinn að vera óhefðbundin svo lengi. Þannig að, þú veist, fyrir okkur hefur það aldrei verið óhefðbundin. Ég veit hins vegar alveg að fólk kemur til okkar og sér verk og hugsar með sér strax, þetta ekki að fara að hengja upp heima hjá mér. Og ég þarf að sannfæra fólkið það að jú, það fólk sem meiri sig að hengja þetta upp heima hjá sér. Þótt að það snýst ekki það að öll myndlist þurfa að enda á einhverju heimili. En þetta breytist svo svakalega hratt. Ég meina, fólki fannst fáránlegt að eignast sko vídeóverk. Og það kannski ástæða til þess að nefna sko að það eitt sem skiptir miklu máli í listaverkum að það verk sem annars vegar einstök, eins og Olía og striga, sem það er bara þetta eina eintak af þessu eina verki. Og svo eru verk sem svokölluð upplagsverk. Það sem listamaður gerir verk, hvort sem það ljósmynd eða prent eða vídeó eða annað, og það í upplagi. Og hann gerir þá upplag af kannski 5 stykkjum. Og það eru þá 5 verk sem til og hverju verki fylgir svona pappír, certificate, þar sem stendur að þetta verk númer 1 af 5 og heitir þetta og eftir þennan listamann. Og þetta pappírinn sem fer í bankahólfið, sko. Fólk í dag farið að átta sig á því, eins og þið getið ímyndað ykkur, ég meina okkur fannst, þú veist, bílasíminn skrítinn fyrst og allt það. Vídeó sem sko á svona þunnum skjá upp á vegg sem kannski hreyfist, og það svo opaslega nálægt því að vera það sama á málverk, að öllu leyti. Það er svo nálægt þessu sem við þekkjum og við erum farin að sjá allt hreyfast hvað sem Listamenn að nýta þennan miðil alveg gríðarlega spennandi hátt og búin að vera að gera mjög lengi. Við erum á þessum listamessum sem þú nefndir áðan, sem við erum að fara 6-7 sinnum á ári reglulega með vídeóverk og höfum, þótt að þið trúið því ekki, selt þau oft á mörgum sinnum og stundum inn á heimili. Sko, þú myndist á listamessunar og talaðir áðan líka það svona að gallerí eiga til að vinna svolítið saman. Já. Það kannski fróðlegt að þú færi kannski nánar út í það, hvernig þetta náttúrulega samkeppnisrekstur en að einhverju leyti hann það ekki í þessu listinni. Nei, þarna kemur kannski aðeins að landamærunum aftur, að listamenn sem að gengur vel hjá, þeir gjarnan vinna með fleiri galleríum en einu og eru kannski með gallerí í sitthvoru horninu, eitt í Bandaríkjunum, eitt í Evrópu, eitt í Asíu eða miklu fleiri. Sumir eru bara í Mið-Evrópu og þá eitt í Brussel og eitt í París og eitt í Berlín. Og það allur gangur á því hvernig þessi samvinna fer fram. Annars vegar listamaðurinn einn að díla við hvert gallerí fyrir sig eða gallerín að vinna saman.
og það er eitt af því sem að kannski fólk tekur eftir þegar þeir eru á listamessu, að þá sér það verk eftir einhvern nákvæmlega listamann á 5 stöðum. Það hlýtur að vera vinsæll listamaður. Það hlýtur að vera, þú veist, allir elska hann. Við erum í eiginlega öllum tilfellum erum við að vinna með listamönnum sem eru líka að vinna með öðrum galleríum. Ég held að það séu líklega allir. Og samstarfið okkar við þau eru mjög ólík. Þú veist, það er hardcore samkeppni í sumum stöðum og ástríkt samstarf í öðrum. Þannig að það er allir gangur á þessu. Og listamennir eru yfirleitt ákveða þetta sjálfur, hvernig þeir vilja starfa með galleríum. Sko, það er kannski áverðt að spyrja þig að því, þú náttúrulega vinnur í, og ég alltaf í þessum alþjóðlega bransa, og ég tala áðan sko, tölunar listmarkaðinn sjálfan, bara hvað veltan hefur stóraukist á síðustu árum. Myndirðu segja, og kannski fólk fer að sér svona mikla ávöxtun á einhverjum markaði, þá fer fólk að hugsa hvort að einhver bólumyndun sé á þessu stað. Myndirðu segja að sama gildi listmarkaðinn á heimsvísu? Ég held að sko, bólurnar sem við sjáum, þessar sem hafa verið núna í tvígang, þrígang, þær eru svo áberandi í $1.000.000 plus, eða $500.000 plus. Og okkar gallerí, við erum meira á verðbilinu $10.000 til $100.000 í okkar spektrum eða verkum. Þannig að ef að bólan kemur, þá eru fullt af kúnnum sem þurfa að færa sig úr efsta laginu niður í næstu lög fyrir neðan. Ég er ekki svo smengur við það. Það er gríðarlegur áhugi á fólki út allan heim á myndlist. Það er gríðarlegur áhugi á fólki að sjá og fylgjast með því sem myndlistamenn er að gera, vegna þess að margir segja og upplifa það að það sé það næsta sem er í núinu sem til er. Það er að upplifa það sem er að gerast núna og listamenn er að keppast við það að skapa hluti sem skipta máli. Og við erum í miðjun á þessu og kúnnarnir okkar eru áhugasamir að sjá það sem er að gerast nýtt í dag og þeir eru líka áhugasamir að sjá það sem er eldra í samhengi við daginn í dag. Og þannig að þetta er svona það sem að hreyfir hvað mest hjá okkur. Og ég held að allt bólut, ég veit það ekki, ég er svo áhuga lítill bólurnar, nema það séu hluti af einhverju verki. Já, nákvæmlega. Við látum það vera lokaorðin í okkar spjalli og þakka ykkur fyrir árinna. Núna gefst tími fyrir ykkur, núna er formlegri dags.